Og við höldum áfram. Og hann sestur hjá okkur, hann Valdimar, engin umboðsmaður. Eins og gerist vist í leiksýningunni. Vertu hjartanlega velkominn, Valdimar. Já, takk fyrir, takk fyrir. Gaman að fá þig. Já, bara gaman að koma. Mér finnst þess að það er nokkuð sem reynt að fá mig og aldrei gengið. Nei, þetta loksins, þetta hafðist. Já, einmitt, nákvæmlega. You're playing hard to get. Já. Það er það langt best. Já, sjálfsögðu. Að tók hvort að áhuginn raunverulegur. Já, nákvæmlega. Herri, þú ert að fara að leika. Já. Bara svona nánast í fyrsta sinn sem þú svona, er þetta ekki svona, þú ekki oft farið með rullu. Fyrsta rullan sem ég fæ þar sem ég svona í alvörunni að leika. Ég verið í 2 leiksýningum áður. Í fyrra leikrutinu þá var ég bara svona í Lúðrasveit bæjarins og í seinna leikrutinu þá kem ég inn í eitt svona söngadriði og svo drepinn. Sem Meatloaf, þá voru margir sem sáðu þig. Já, þá var maður svona smá cameo hlutverk eða hvað það heitir, þannig að maður kemur einn svona frægmanneski kemur inn og deyr síðan bara. Og frægmanneski kemur inn og er drepinn. Já, það er svona basic. Og þannig að ég, þannig að nú fæ maður svona aðeins svona meira juicy hlutverk í leikhúsinu. Já. Og það verður bara ótrúlega gaman að svona prófa það. Já, þetta og þetta slóðir. Svona spenntur fyrir því alltaf? Jú, smá fyrir ykkur í manni og svona, auðvitað svona kvíðablendin spenna, sko, því maður auðvitað hefur aldrei einhvern veginn verið að leika og gera það með, sko, náttúrulega menntuðum leikurum sem kunna alveg 100% að leika, að svona verða ég svolítið svona, ég þarf svolítið að taka við góðum punktum frá þeim og reyna að læra þetta on the fly, sko. Færðu pínu svona mini-alka-komplex, hvað er ég að gera? Já, mér er svolítið svona imposter syndrom í dáninga pínu þannig, sko. En mér finnst það ótrúlega skemmtilegt og þessi vinna sem við búin að vera að gera núna hérna fyrir norðan er búin að vera mjög svona, þetta er mjög svona nýtt fyrir mér og skemmtilegt prósess, sko. Og ábyggilega líka bara mjög sterkt fyrir sýninguna líka fyrir talað ekki eins og þegar maður eins og þú kemur inn og þú veist þekkið öll og þú ert frábær söngvari og hljóðfæraleikari og tónlistarmaður á allan hand og máta. Ert pínu útivelli þarna, fótbolti, en en í þessum prósess náttúrulega þá eru bara allir, þið verðið alveg einn heild, sko. Já, algjörlega. Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt að vera að vinna í rauninni bara leikrit frá grunni saman, 5 saman einhvern veginn. Svo ég er rosa spenntur, sko. Já, þetta er skemmtilegt. Ég er mjög spenntur, ég var að spjalla við þig áðan, sko, og þetta er eitthvað sem ég tengi fullkomlega við, sko. Þetta fótboltamál. Já, einmitt, og ég er náttúrulega mikill. Ég var í stuðningsmannasveit Keflavíkur í bæði fótbolta og körfubolta á sínum tíma og spilaði á básunum og leikjum og svona og er mikill United maður líka. Þú ert United maður? Já. Ég átti reyndar að vera Liverpool maður. Hvað klikkaði? Pabbi er púlari og það var bara, þú er púlari og ekkert mál og en síðan sko gaf amma mín, ég held að hún hafi gert það bara óvart, gaf mér sko Manchester United rúmföt. Að ömmur sem takk ekki vel eftir. Já, þá var ég bara, ég er United maður og bara einhvern veginn. Ég ætla að veðja á pabbiðin hafi átt alvarlegt samtal við ömmu. Já, það var alltaf ekki mjög sáttur, sko. Þetta er náttúrulega bara, þetta er mjög, þarna blandast trúarbrögð mjög illa. En ég sé nú ekki eftir því í dag. Ég er mjög ánægður. En reyndar, kannski í dag reyndar, á þeim tíma sem þið voru að vinna rosa mikið, þá er ég bara mjög ánægður United maður. Já, sjálfsögðu. Ekki alveg mikið. Þetta er aðeins verið svona nokkuð, ég veit það ekki, við erum þetta töpuð um 7-3 eða 4 eitthvað það var fyrir City síðast, sko. Já, City er svindlið, það er ekki þetta marka. Já, Erling Haaland er bara eitthvað. Hann bara djók, það var nefnt grínfréttum daginn, þú veist, hann loksins rauf markaþurðina, hann hafði ekki skorað í 60 mínútur. Já, alveg fáránlegt, sko. En þú náttúrulega, það sem við þá náttúrulega þekkið fyrst og síðast fyrir er náttúrulega landsfrægur söngvari og tónskáld en ég hins vegar, ég pínu frægur. Ég hef einu sinni deilt með þið sviði. Nú? Já. Þú spilar þú auðgaðir hljómsveitina okkar einu sinni. Verulega útgáfutónleikum. Einmitt, ég man eftir því. Já. Ég spilaði útgáfutónleikum Ljótu hálfleitana var ekki í Gamla bíó? Jú, þetta er Gamla bíó. Já, einmitt, ég man eftir því. Einmitt. Mér finnst það mjög gaman að fá það gig, sko. Þetta var svona löngu, ég var ekkert búinn að vera að spila neitt mikið með einum svona pophljómsveitum eða neitt þannig, sko, þannig að þetta var mjög
Já, ég manni, þetta er bara virkilega góð stemning og þarna skemmtilegt, sko. Mjög fyndið, mikið grín og svona. Mikið grín, Já, við erum voða fyndnir. Já, þetta var mjög gott, mjög góð kvöldstund, sko. Þetta var virkilega gaman og ég bara man líka að ég var svo imponeraður að þegar þú mættir og ekki bara varst að, þú veist, ekki bara gera það sem að hérna, þú veist, er á plötunni eitthvað hlulega, eða þú stækkaðir lögin svo mikið sem þú varst með, þú varst að gera Nú, já, ditt og datt inn. gaman að heyra það. Það var ótrúlega gaman, sko. Já, mjög skemmtilegt, sko. Já, Snæbjörn hefur talað við mig um þetta, svona, við þarna Já, ok. rætt við mig um þetta, svona, hann myndi mig á þetta daginn og ég svona, já, auðvitað kynntumst við fyrst bara þar. Já, þú ert eitt af fólkinu sem að þegar Snæbjörn talaði fyrst. Já, hann fekk mig hérna spjallaðar og svo gott. Já, var það ekki? Og var það eina af sólarhringur sem þið töluðu? Já, við náðum því, eina af sólarhringa. Rétt slapp. Já, það er rétt slapp. Já. Akkurat. Þú ert ekki að semja ennþá á músík? Jú, ég gaf út plötu núna í vor, síðasta vor, þá gáum við í hljómsveitinni Lón út plötu, nýtt projekt. Þar faldur þig, ok. Já, við vorum sem sagt, ég og Ómar Guðjónsson og Ásgeir Ásgeir Aðarsteinsson sem er með mér í hljómsveitinni Valdimar. Við gerðum svona nýja plötu. Þetta er svona COVID-platan okkar svolítið, sko. Þegar COVID datt í gang og við höfum ekkert annað að gera, þá bara fórum að vinna músík í bílskúr í Garðabænum og svo líka í bústað við Þingvallavatn. Það var rosa skemmtilegt ferli og allt öðru þessi músík heldur en í Valdimar, svona meira svona lágstemt, svona indie fólk kannski, á ensku líka. Þannig að það er svona bara aðeins að prófa eitthvað nýtt, sko, það var gaman. Ég verið að tekka þessu, ég er nefnilega að hugsa þegar komið ljós að þú er að koma þá fór ég að hugsa hvað plata kom síðast út? Já, hljómsveitin Valdimar er svolítið síðan við gáum plötu 2018, sko. Já, það er mitt. Það er síðasta plata sem kom út frá okkur, þannig að við erum ennþá svona smá í dvala hvað þetta varðar, en stefnan er að fara að hittast reglulega og fara að vinna í músík líka, sko, fara að gera vonandi getur komin plata á næsta ári eins og reyndar getur þetta svona að gera plötur getur verið rosa langur aðdragandi, sko. Já, það er bara eftir stemningu og tækifærum og svo framvegis, sko. En það er nú fleira til í heiminum en tónlist og fótbolti, ótrúlegt en satt. Þú ert fjölskyldumaður? Já, ég eignaðist mitt fyrsta barn með kærustu minni. Já, þið hafið gert þetta saman? Við gerum þetta saman, ákváðum að gera þetta í sammenningu. Sterkur leikur? Já, mjög sterkur leikur og á 19. júlí í fyrra kom hann. Og þú ert hann bara rétt rúmlega eins árs? Já, rétt rúmlega, hann er að verða 15 mánaða, sko. Þannig að þetta er geggjaður tími. Mjög skemmtilegu tími og hann er svo mikið krút, sko. Skemmtilegur og hann er svona að byrja að fatta hluti og svona og byrjar að labba eins og svona þetta er mjög búið að vera mjög svona þannig að þið eru farin að færa svona þetta brottastasta aðeins úr þessari hæði já, við erum aðeins farin að vera svona og ellingaleikurinn byrjaður og maður byrjar að hlaupa eftir Já, það er akkurat, það er þið eru í góðum málum ennþá eins og þið eru ennþá 2 á 1, sko. Já. Svo er þetta one on one. Einmitt, þá við kannski, já. Við veitum ekki, það er ekki alveg komið í kortin ennþá hvenær það verður, sko, en það er alveg pælingar í gangi, sko. Já, ég meina, komið þeir sem koma að vilja og allt það, sko. Já, nákvæmlega. En þetta er náttúrulega, það er ekkert sem breytir lífinu meira en ákvæmlega þetta. Þetta er algjörlega svona öll forgangsröðun og allt þetta, það er alveg, fer alveg snýst við, sko, einhvern veginn og þetta bara breytir manni algjörlega, sko. Já. Og ótrúlega svona hvað segir maður er svona það verður margt svo miklu já, ég er svona svo spennan fyrir jólin verður einhvern veginn meiri og þannig að þetta er allt svona það kemur svona margföldi stöðl á margt og líka maður endur upplifir líka, þú veist, eitthvað sem maður hafði kannski mögulega glata eins og þú segir, spennan fyrir jólin, spennan fyrir afmælisdögum, eitthvað sem maður bara, þú veist, líður hjá en núna er þetta bara svona alltaf svona einmitt, maður verður svona já, og líka bara sjá þegar hann gerir eitthvað nýtt þá var hann svo stoltur hann er farin að gera þetta þetta er æðislegt þetta einstaka barn já, það er ótrúlegt hvað þetta barn er klárt og frábært og fallegt
og svona og einmitt og eiginlega ótrúlega við okkur tókst einhvern veginn að eignast fallegasta barnið. Já, það er alveg magna. Hvernig er það? Þetta er alveg magna. Akkurat, maður var svo hissa. Þrátt fyrir mig. Hún vann svolítið mikla vinnu greinlega terrasta minn, sko. Þannig að það að gera. Dásamlegt. Það er ekkert merkilegur og makalusar til í heiminum heldur en bara, það er líka einhvern veginn svona opnast eitthvað herberg inn í manni sem maður bara svona, svona er það pappi. Einmitt. Þetta er ótrúlega tilfinning, sko. Já, það er þessi, fyrstu mánuðir þegar maður situr með grunnapunkinn og horfir, svo allt er liðin bara heilt dagur og maður bara svona, já, ok, það leið dagur og ég er ekki búin að gera neitt annað en að horfa á þetta barn. Já, nákvæmlega. En og svo er bara svo líka mikið spenna fyrir svona hvað gerir hann í framtíðinni og svona, sjá hann verða að manni og svona og það verður ótrúlega gaman að fylgjast með því og reyna að leiðbyrja honum ekki stjórnunum. Nei. Það er áttir sem bara rétt honum þau verkfæri og næringu sem hann þarf til að. Þú verður tónlistarmaður. Það er ekkert þannig, sko. Og það er náttúrulega ekkert voðalega praktískt heldur, sko. Peninga, ég fer nokkuð bara frekar. Þú verður verkfræðingur og hjálpa pappa með tónlistina í framtíð. Leikarbörnin. Guðsbænum lærði eitthvað praktískt. Sonur. Í Guðsbænum. Farði í tölvunarfræði, lærði verkfræði. Það er góð laun þar. Já, ég ætla alls ekki að vera það. Ég ætla bara spyrja. Hvað viltu gera? Akkurat. Gerðu það þá? Akkurat, nákvæmlega. Við erum bara elskaði til þess að þau séu það sem þau eru. Þannig að það er komið jóla. Ertu farin að hlakka til jóla nr. 2? Það gerist meira á jólum 2, sko. Já. Það hefur verið mikil spenna. Er það ekki? Það verður rosalega gaman að sjá svona þegar hann fær gjafir og svona hvernig við bregstu því. Það er náttúrulega myndið síðustu jól, hann var kannski bara Jú, hann fannst það gaman að fá okkar nýtt en hann var kannski ekki átt að segja, hann var ekki að taka við gjöfum beint. Ég ætla að veðja á að pappírinn hafi heillað meira. Já, mögulega, það er alveg mjög heillandi að skoða hann. En núna verður kannski meira, svona, nú á ég hérna eitthvað, svona meira, meira spenna. Meira innihaldi kannski. Meira inni, og svona, það verður gaman, En taldi jól, þú ertu jólakall, ég veit að þú ert ekki að fara að halda jólatónleika? Jú, ég er að halda jólatónleika bæði fyrir sunnan og norðan. Já, þú ætlar að koma og gleðja okkur? Koma og gleðja ykkur í Hofi, ég held að sé, 3. desember, og það verður bara, ég hlakka mikið til, og bara bæði til jólana og til tónleikana, svona gaman að taka þetta norður sjóið, sko. Já. Þannig ég er mjög spennt fyrir því. Já, ég verð mjög glaður að fá þig norður. Já. Ég er mikið dálit hjá þessum söngvara, svo ég sé bara, gaman að heyra það. Svo ég opnum með það takk fyrir það. Þannig að ég hlakka til að koma og fá að njóta. Já, ég hlakka til að koma og fá að spila. En heyrðu, gangi ykkur vel með þetta projekt áfram og með fótboltann. Takk fyrir það. Og uppbyldið á drengnum og svo framvegis. Takk fyrir það. Þetta ég ætla ekki að segja gleðileg jól en ég ætla að segja bara hjartans þakki fyrir komuna, loksins. Já, takk fyrir að fá mig loksins og gleðileg jól. Já, gleðileg jól. Já, við bara endum með því að óska hvorum gleðilegri jóla. Þetta er alls það komið, það er til dæmis jól í skókassaverkefni, það er byrjað, þannig að ef ykkur vantar eitthvað gott til þess að styðja þá getið gert það. Ef ykkur leiðist í næstu vikum þá getið þið mætt á styrktartónleika á verkstæðinu. Þeir eru, endilega skellið ykkur þar, þeir eru 50-dagskvöldið kemur, en við þökkum fyrir okkur í kvöld og eins og ég lofaði upp að þáttar, þá er það Tríó Akureyrar ásamt henni Elvölu Ármann sem að loka fyrir okkur þættinum. Og að þessu sinni er það réttar samba sem kemur okkur í stuð fyrir helgina. Verið ævinlega blessuð og verið nú góðu hvert annað. Til þess erum við hérna.